orðinn fínn saman. Ég losaði hann upp og hann beinn og fínn. Ekki kveikja á Árni! Fyrirgefðu, ég skal reyna aftur. Já. Anyway, það næsta sem við ætlum að gera að taka hérna 2 spýtur sem ég hef formað og setja það hérna inn í á framann, svo hægt sé að rúna þetta aðeins til og ég ætla að líma þetta hér sem vængfestingin hérna framan í. Síðan, þegar að það komið, þá sný ég skrokknum við og lími þessa plötu hér. Nú þurfti ég að geta snúið myndavélni því að félagar mín eru að dansa hérna, ansi skemmtilega. En þetta sem sagt límist hérna ofan á. Hérna ég búinn að taka rauf fyrir þessar stélkambi sem kemur þá hérna ofan í. Sko, það farið að koma mynd að þetta. Þetta farið að líta út eins og saumavélina römmu minnar. Nei, quickfly. Nú ætla ég að líma, ég með epoxy hérna og byrja á vængfesti kubbnum hérna. Svona. Og Árni náttúrulega búinn að stela helvítis vængfestikúnum mínum. Árni? Já, þetta þykjast vera vinir manns hérna sko. Setjum maður 2 klemmur á þetta. Svo kemur þetta hér. Það ágætt að nota epoxy alls þar sem að bensíntankurinn hefur aðgang að. Þannig að ef það lekur bensín þá losnar þetta ekki sundur alveg undir eins. Tekur smá tíma. Ætlar að kveikja á púsivélni Árni minn. Hæ? Þetta var púsið? Nei, ég sýndist þú að vera að mynda þig þarna. Nei, þú gerir aldrei svo. Nei. Ég veit ekki hvernig mér þetta er í hug, ég verð bara að segja það. Þetta er ótrúlegt. Þetta með 5 minúta epoxy eða? Nei, þetta er 30. Já. Ég er ekki að flýta mér. Getur sýnt þetta rætt? Ég get sýnt þetta þar, þá verður þetta 5 mínútur. Horfa á epoxy orðnaðir, það er skemmtilegt. Já. Þarna. Svona, nú erum að leyfa þessu að taka sig aðeins. Já, þá komið að því að líma þetta niður og ég er búinn að taka miðjulínu hérna á þetta til þess að þetta sitji nú alveg rétt. Svo ætla ég að láta bakplötuna sitja á, leggja skrokkin ofan á og ferkja hann niður. En það er lím og það er gamla
vonda trélímið sem við ætlum að nota. Og við setjum bara nógu djöfull mikið af því. Nema hérna þarf ég að passa mig, hérna kemur laufinn fyrir hæðastýrið, það segir stélkambinn og ég vil ekki endilega að hún fyllist af lími. Þá þarf ég bara að vera með vesen þegar ég set stélkambinn á. Svona, aðeins að dreifa úr þessu. Svona svo gaman að stór partur af þessu hotni sem ég lími hérna fer aftur þegar ég hefla þetta niður. Þegar skrokkurinn brúnast allur. Svona. Þetta kemur hér. Árni, tegðu þig í títuprjónuna sem eru þannig fyrir þetta? Nei. Jú, elsku kallinn minn. Þessa, já takk. Takk að þið fyrir. Aðeins svona svo þetta hreyfist nú ekki mikið. Rétt að pinna þetta saman. Það er óþægilegt ef þetta fer að sigla einhvern andskotan. Svona. Og svo koma förgin. Hérna. Að dreifa bara nógu djöfull miklu af svona stálklumpum að þetta. Einhvers staðar á í fleiri. Þetta fer að líkast hestinum þeirra bakkabræðra, held ég. Ekki, Árni, kannastu við hann? Árni er náttúrulega ekkert lesinn, sko, hann kann ekkert svona. Hann er á Grænavatni. Jæja. Já, ertu að meina þennan sem að var ferður niður þarna? Já, svo hann fikk ekki í burtu. Já. Þú ert nú svolítan bakkabróðir hérna. Nú er skrokkurinn orðinn þurr. Bakið komið á hann. Og áður en ég klára, set botninn á og svona, þá er ýmislegt sem það þarf að gera. En til þess að þetta sé nú allt beint og fínt, og þá ætla ég að taka í burtu hérna það sem hangir út af. Það er langbest að gera með svona balsahefli eins og þessu. Færi þetta, af því að þetta stendur út af hérna hinum megin, þá færi þetta út af glerplötunni og svo er bara að hefla þetta. Hefla þetta bara í rólegheitum. Ég verði einhverja stund að þessu, svo það er best að setja þetta bara á hratt.